Komið sæl, nú næsta lægð alveg hér komin alveg upp undir land og fer með austurströnd, já eða suðurströndin til austurs í kvöld og síðan norður en við skulum þá líta á bara þróun og sjá hvernig hún hagar sér og hún fer býsna hratt hér og upp með austfjörðum og það hvessir nokkuð hressilega með því og gula viðvaranir á austurhluta landsins í nótt og svona fram að hádegi á morgun og svo sjáum við hér í næstu lægð sem að stefnir til okkar og leið hennar er mjög áþekk þeirri sem að fer hér síðan hjá aftur í nótt og á morgun. Á hitasviðinu hins vegar að þá sjáum við að hún kemur með örlítið mildara loft hérna upp að suðurströndinu og jafnvel að gæti ringt svona næst sjónum stund en að öðru leyti þá kólnar aftur nokkuð fljótt á eftirinni og svo kemur þá næsta lægð með talsvert hlýindi með sér en það er eins og hin fara mestu leyti hér fyrir sunnan og austanland. Í þróunin síðan í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun er að við sjáum hér lægðina koma hér nokkuð hratt upp að hér koma viðvaranirnar inn fyrir suðaustur og austurland og austfirði og svo fer hún hjá þannig að þetta gengur býsna hratt yfir. Það tekur við hérna suðvestan, vestanátt þegar að svona áhrif af þessara lægðar fara að minnka og élgangurinn nær hér inn á vestanvert landið aftur. Þannig hádegi á morgun er nokkuð víða svona einhver élgangur hér vestan til. Það er svolítið úrkomubakki hér yfir Norðurlandi og gæti þá snjóað á Tröllaskagasvæðinu og Eyjafjarðarsvæðinu. En hins vegar dregið verulega úr úrkominu fyrir austan og gulu viðvaranir dottnar og gildi á þeim slóðum. Hitinn svona frá svona og rétt yfir frostmarki hér allara syðst og suðaustan til og vægt frost í öðrum landslutum. Þróunin síðan yfir til mánudags er að það er svo sem gerist nú ekkert voðalega mikið. Þessi élgangur heldur hér áfram eins og verið hefur svona að undanförnu en svo þegar það kemur hér fram á mánudaginn og sjáum við hvernig vindur byrjar að snúast og skil þessara lægða að koma inn eins og við tölum í gær að þau gætu verið að koma örlítið fyrir hádegi að það er þessi raunin núna að það er svona svolítið ágengari lægð að sjá. Það er viðbúið að verði örlítið hlýrra í henni, hún virðist alltaf ganga aðeins lengra inn á land. Þegar hér er komið í sögu er rétt yfir frostmarki í Vestmannaeyjum en vægt frost víðast hvar annar staðar. Snjókoma en svo mun þetta líklega einhver lítið breytast yfir í slitt og jafnvel rigningu þegar það líður á. En á þriðjudag þá hefur hún farið hér áfram austur úr og fer svo fyrri nokkuð hratt yfir og við tekum mun skaplegra veður, élgangur svona víðast hvar og hitastigið svona áfram öðru hvoru megin við frostmark hér allara syðst en vægt frost annar staðar. Og á miðvikudag þá er svona dregið heldur úr örlítið hæðarhryggur hér yfir miðjulandinu, norðvestanátt hér allara austast en aftur á móti einhver suðurlæg suðaustan með einhverju smá svona örlítið lægðadrag hér vestan til með einhverjum élgang. En síðan á fimmtudag er það gert ráð fyrir enn einni lægðinni og svo virðist nú alltaf að verða svo hlýjasta allavega í bili en meir það síðar. Og ef við förum þá yfir til Evrópu að þá er þokkalegasta veður eins og var svona víðast hvar í Norður-Evrópu, skúrir á Ölpunum og svona suður Frakklandi og komið inn á Norður Ítalíu að auki og skúra lengra þar niður, ennþá óstöðugt í Tyrklandi en heldur að jafna sig við veðrið í Grikklandi. Og svo ef við förum áfram vestur úr að Íberíuskaginn er með minnkandi skúraleiðingar, sömuleiðis með Portúgal að það er svona víða að verða þurrt en einhverja smáskúrir hér og þar. Kanarí hins vegar eru ennþá í suðvestanáttinni skúrum og frekar svona leiðenda veðri fyrir þá sem þangað sóttu til að sjá sól en það er svona heldur að draga úr þessu. Það er þó víða nokkuð víða gular viðvaranir á því svæði á morgun. Og ef við förum síðan vestur haf þá er þokkalegasta veður, það er hérna svolítið lægðadrag svona rétt svona sunna við vötnin miklu, suðaustan við vötnin miklu og hún stefnir síðan út á haf þegar fram í sækir. Svolítil úrkoma hér við Seattle en það er svo sem ekki kannski beint frétt næmt en hins vegar ágætlega hlýtt hér í suðurríkjunum þannig að það er ágætast að veður býsna víða. Hæðin hér yfir Kanada hún mun gefa eftir á morgun. Við sjáum hér hitann komið niður í 4 gráður í Chicago miðjan dag á morgun en í nótt og í fyrramáli verður hins vegar mun hlýrra en það kólnar mjög skarpt á morgun. En við skulum láta gott heita í dag. Verið sæl.